Þá lögð fram hér beiðni borgarfulltrúa, hún einhvers staðar? Hún það hér, í réttri röð. Og undan fundargerð. Þá lögð fram hér svohljóðandi beiðni borgarstjórn Ráðhúsi Reykjavík, 2. september 2016, undirritaði borgarfulltrúi óskar hér með eftir því við borgarstjórn Reykjavíkur með vísan til annarar málsgreinar 30. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og honum verði veitt lausn frá störfum sínum til loka októbermánaðar árið 2016 vegna annarar vinnu. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Þau sem samþykkja lausnarbeiðnina gefi merki. Hún samþykkt með 15 greiddum atkvæðum. Þá það 13. liður, þar erum við með fundargerðir borgarráðs frá 23. júní, 25. júní, 30. júní, 7. júlí, 21. júlí, 11. ágúst, 18. ágúst og 25. ágúst. Þar undir 19. liður viðaukaður fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar frá árinu 2016 til samþykktar. Svo það fundargerð borgarráðs frá 1. september, þar undir 24., 50. og 30. liður samkomulag við búseta uppbyggingu á lóðinu Keilugranda 1 Skógaveg 16 úthlutandi búseta og alþingiskosningar 2016 sem kemur til atkvæða. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, hvatt sér ljós. Frú forseti og ágæta borgarstjórn. Það eru margar fundargerðir borgarráðs hérna undir í dag, alveg frá 23. júní til 1. september og ástæðan fyrir því náttúrulega svo að það búið að vera sumarfrí og oft það þannig að ekkert ofta, það þannig í sumarfrí að borgarráð hefur fullnaðar afgreiðslu í ákveðnum málum. Og það nú þannig að í sumar þá gekk ýmislegt á í flugvallarmálinu eins og alþjóð veit og það var nú þannig að 8. júlí þá barst bréf frá Isavia þar sem var tilkynnt lokun flugbrautar 624 og ég að taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 21. júlí lið númer 24 og þar bókuðum við að Framsóknarflugvöllurinn ítrekur raunverulega þar allt sem fram hefur komið okkar hálfu lokun neyðarbrautarinnar og áeggjuðum þingmenn til að taka málið upp með því að snúa þróuninni við og bókuðum þar með þess að flugvöllurinn og flugöryggi sé laskað til frambúðar með þessari ákvörðun. Og það voru nú svo sem allir í fríi þannig að lítið fór fyrir þessu. Í fundargerð borgarráðs frá 11. ágúst, fundargerð borgarráðs frá 18. ágúst, að þá undir lið 23, þá nefnilega lagður fram bréf borgarstjóra frá dagsett 17. ágúst sem var sett kaupsamningur afsal vegna lands undir nýtt skipulag í Skerjafirði. Og þar bókuðum við hjá Framsókn og flugvallavinum það að Hæstaréttardómurinn sem vísa til sem forsenda alls þessa, að hann fjalli ekki flugöryggi heldur að samninga skuli standa. Réttmætar áhyggjur fagaðilega flugöryggi með leyfi forseta, þá ætla ég að lesa hérna beint upp, tilvitnun hefst. Réttmætar áhyggjur fagaðilega flugöryggi enn til staðar og öll rök til áframhaldandi opna flugbrautar 624 hafa komið fram á hálfu Framsóknar og flugvallarvina frá því að við tókum sæti í borgarstjórn.
Alþingismenn allir 63 hvar í flokki sem þeir standa og hvar á landinu sem þeir búa hafa brugðist kröfu þeirra tuga þúsunda sem undirrituðu áskorun með óbreyttan flugvöll í Vatnsmýrinni og hafa þingmenn ekkert gert til þess að koma í veg fyrir lokun Neyðarbrautar. Valdið nú hefur verið frá síðasta sumri hjá alþingismönnum öllum. Hægðarleikur hefði verið fyrir Alþingi að aðhafast og fara fram í ýmsar aðgerðir til að tryggja flugöryggi og áframhaldandi opnun brautar 0624 en í staðinn fyrir að beita sér í málinu þá selur íslenska ríkið úr landi undir flugvöllinn í Reykjavík. Tilvitnun lýkur. Það var aftur áhugavert að borgarráðsfulltrúar meirihlutans bókuðu þetta og voru ánægð með það að Framsóknarflugvallarvinir beindi áskorun sínum til ríkisins og Alþingis að fara með málefni Keflavíkurflugvallar. En engu að síður þá vorum við að ræða þarna saman. Nú, það sem ég ætla að tala næst fundargerð borgarráðs frá 1. september. Þar liður 24 og 25 og ég ætla að fjalla hann í einu lagi. En í báðum þessum tilvikum vorum við mótfallin því að samþykkja samkomulag við búsettum uppbyggingu lóðinni Keilugranda 1 og einnig úthlutun á lóð til búsettunar á Skógaveg í númer 16. Og ástæðan einfaldlega sú að við viljum þegar að við sem kjörnir fulltrúar þegar við erum að taka ákvörðun ráðstöfun eigna borgarinnar að þá liggi fyrir verðmat og í þessu tilviki að það liggi fyrir verðmat frá alltaf 2 löggiltum fasteignasölum sem að verði fengnir til þess að meta hvað við erum að selja lóðirnar á. Því að það nú einu sinni þannig að Framsóknarflugvallarvinir hafa lagt fram 2 tillögur í borgarráði, annar sem var hafnað það að það framkvæmt verðmat á lóðin á Vesturbugt og hins vegar annar tillög sem ennþá óafgreidd frá því núna í sumarleifunum það að það yrði bara framkvæmt verðmat á öllum lóðum sem í eigu Reykjavíkurborgar og eru byggingarhæfar til þess að við vitum hvað það sem við erum að gera. Nú það þannig að búsetu ekki bara að byggja til fyrir láglaunafólk. Þar fólk sem bæði yfir og undir tekju- og eignamörkum. Og þar af leiðandi við segjum svo að þessi lóð sem seld alveg Reykjavíkurborgar og það á henni kvaðir það að það verður bara tekjulágir einstaklingar sem geti keypt hana. Þá eðli málsins samkvæmt lóðaverðið lægra. En því ekki til að fara í þessu. Og það mikill mismunur á þeim verðum sem að lagt upp með í samglánu búsetavarði Keilugranda 1 og Skógaveg 16. Þrátt fyrir að búsetan sé að taka að sér á einhverju niður ákveðnum eignum á Keilugranda 1. Það var viðtal við framkvæmdastjóra búseta á Vísi í ágúst þegar var umræða þær eignir í Stakkholti sem þar sem var talað að það væri alltaf 330.000 króna leiguverð fyrir 4 herbergja íbúð. Þá vantaldi þeirra sem eru yfir tekju- og eignamörkum. Þetta nákvæmlega sama fólk sem yfir tekju- og eignamörkum sem kemur til með að geta fengið íbúðir á Keilugranda og Skógavegi. Hann sagði það bara hreint út að það væri ekki hægt að byggja þarna fyrir þá sem eru undir tekju- og eignamörkum. Og að öll svo stefna sem farin fram með þéttingu byggðar sé ekki fyrir fólk undir tekju- og eignamörkum. Þetta bókuðum við í borgarráði fyrir þá sem hafa vilja kynna sér og ég ætla sérstaklega að þakka fyrir og vekja athygli að það komið núna á vefinn að þetta nálgast til öll gögn, ekki bara fundargerðir borgarráðs heldur öll gögn. Og undir þessum fundargerðum hef ég núna tekið til máls. Ég held að það skipti miklu máli þegar við erum með svona margar fundargerðir undir eins og núna og þetta kannski eitthvað sem þarf að ræðast í forsætisnefnd eftir sumarfrí að það fáum við aðeins rýmri tíma heldur en 10 mínútur til þess að ræða þau miklu og mörgum mál sem þarna undir. Án þess að vera að taka það allt til efnislegrar umfjöllunar, en það fullnaðarafgreiðsla á mörgum atriðum sem kemur ekki til umræðu fyrir
á opnum vettvangi þegar málin eru afgreidd á sumrin. Og það nú til dæmis að flugvallumálin hafa haft tilhneigingu til þess að vera afgreidd á sumrin sem og svona erfið deiliskipulög eða breytingar á deiliskipulagi í gæluverkefnum. En að öðru leyti þá bara þakka ég fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og forseti vekur athygli á því að borgarfulltrúar hafa að sjálfsögðu heimild til þess að gera hvaða lið sem að sér dagskrá á fundi borgarstjórnar. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs. Jú, háttvirtur borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það nú kannski til æra ástöðan að bæta í umræðu Reykjavíkurflugvöll, en ég held að þessi engu að síður nauðsyn. Í fyrsta lagi þá var hér vikið að kaupu Reykjavíkurborgar á landi Skerjafirði, sem auðvitað gríðarlega mikilvægt hagsmunamál fyrir Reykjavíkurborg út frá húsnæðisuppbyggingu og þróun borgarinnar og hefur mjög lengi staðið til. Rétt eins og af hagræðingarvinnunni og ýmsu öðru þá geta allir flokkar í borgarstjórn hrósað sér af sínum hlut í því máli. Það var meirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem tók þriðju brautina út af aðalskipulagi 2007 og allir flokkar hafa staðið að því að samþykkja deiliskipulag á Hlíðarenda. Meðal annars núverandi formaður Framsóknarflokksins sem hefur verið nokkuð í umræðunni þessi flugvallamál og þriðju brautina undanfarna daga, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hann átti sæti í skipulagsnefnd sem samþykkti skipulag á Hlíðarenda, ef ég man rétt, vorið 2010, eins og rifjað var upp af einum ágætum þingmanni Framsóknarflokksins í blöðunum í morgun. Ég ætla ekki að gera að umtalsefni einhverja deilu lagaheimildir. Ég held að þær séu nú nokkuð ótvíræðar og byggja á langri hefð að heimildarákvæði í fjárlögum dugi til þess að gera kaupsamninga og selja og ganga frá slíkum hlutum þegar ríkið annars vegar. En frá hagsmunum borgarinnar mjög mikilvægt mál að þetta afsal sé í höfn til þess að hægt sé að byrja að þróa þetta land markvisst. Varðandi öryggissjónarmiðin sem hafa líka verið mjög mikið til umræðu og meðal annars verið bent á af öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna að þá má segja að það auðvitað hafi komið við sögu í umfjöllun borgarstjórnarmálið, en það fyrst og fremst á ábyrgð Isavia sem rekstraraðila flugvalla á Íslandi og innanríkisráðuneytisins að meta hvort að lokun þriðju brautarinnar á Reykjavíkurflugvelli kalli á opnun sambærilegra brautar í Keflavík. Og það fyrst og fremst af einhverjum taktískum eða pólitískum ástæðum sem ýmsu baráttufólki í þessu máli þykir sæma að beina á einhvern nátt spjótum að borgarstjórn varðandi það hvernig bregðast eigi við lokun þriðju brautarinnar í Reykjavík. Vegna þess að borgarstjórn, þó merkileg, gömul og valdamikil sé, hefur ekki á valdi sínu að opna þriðju brautina í Keflavík. Það hins vegar ekki mikið verk. Hún í fyrsta lagi til staðar og það vill þannig til að á þessu sumri staðsett sérstök malbikunarstöð út í Keflavík sem að endurgera hinar hefðbundnu brautir þar og væri líklega létt verk og löðumannlegt ef þarf að laga eitthvað malbikið á þriðju brautinni sem að vísu miklu lengri heldur en þriðja brautin hér í Reykjavík, en segjum að það væri bara malbikað 900 metra spotti eins og hefur verið opinn hér. Nú þá lengri vegna þess að innanlandsvélarnar þurfa lengri brautir, að þá það mjög auðvelt að gera það. Það verið gríðarlega auðvelt, fyrst að Alþingi hérna, fyrir umhverfis- og samgöngunefnd þingsins að hoppa þarna inn í og veita sérstakar fjárveitingar til malbikunar þessara þriðju brautar núna í umfjöllun 4 ára samgönguáætlun.
En af hverju ætli þetta sé ekki gert? Af hverju ber þetta ekki hátt í umræðunni? Af hverju er verið að beina spjótum að borgarstjórn og þriðjubrautin á Reykjavíkurflugvelli í þessu samhengi? Ég svo sem veit það ekki, en mig grunar að það sé vegna þess að margir lykilhagsmunaaðilar og þeir sem að kveða sér oftast og kannski hæst hljóðs í þessu máli vita sem er að bæði Isavia og innanríkisráðuneytið hafa lagt það mat á að það þurfi ekki að opna þessa braut. Og kannski undir niðri deila margir þeirri skoðun en geta bara ekki látið hjá líða að hjakkast í þessum átökum enn og aftur. Með sífellt stærri orðum raunar. Með sífellt stærri orðum. Því ef öryggismál að ræða, þá þessi braut í Keflavík. Það ekki nýtt, það hefur verið hluti þessara umræðu lengi. Það var inn í bæði samkomulaginu sem Sturla Böðvarsson gerði þegar völlurinn var endurnýjaður á sínum tíma og vísaði til þess í sumum af fyrri yfirlýsingum þegar talað var lokun brautarinnar, en ekki í þeim síðustu, ekki í samningnum sem Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra þáverandi, gerði að loka brautinni, sem var algjörlega fyrirvaralaus, og líka samningnum sem Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrrverandi innanríkisráðherra, gerði lokun brautarinnar. Og undirrituð var að forsætisráðherra viðstöddum. Ég gæti trúað og raun að vona að þetta sé það bil í síðasta skipti sem að við ræðum lokun þessara þriðjubrautar hér í sölum borgarstjórnar, því að þetta búið mál og núna tekum við skipulagsferli í Skerjafirði og uppbygging á Hlíðarenda. Þar eru þegar komnir 2 byggingakranar. Það reyndar ekki nema 2 ár síðan allir flokkar í borgarstjórn sem þá var í framboði, þar á meðal Framsóknarflokkurinn, lýsti við stuðningi við uppbyggingu á Hlíðarenda. Eindregnum stuðningi. Og þáverandi oddviti sem reyndar hélt ekki þeim titli alveg fram að kosningum, lét fylgja að það hefðu allir verið sammála lengi að loka þriðjubrautinni. Svona skipast nú skjótt veður í lofti, en ég held að sé bara rétt að halda þessu til haga. Það verður þetta hægt að fara yfir þær úttektir sem hafa verið gerðar á þriðjubrautinu og notkun vallarins ánennar. Það hefur verið gert hér áður í borgarstjórn, við höfum ekki alveg verið sammála túlkunina, en þetta liggur allt saman fyrir. Varðandi þau orð sem síðan voru látin falla úthlutun á lóðum til búseta, að þá það hluta framfylgd húsnæðisstefnu borgarinnar að fjölga húsnæðisformum, þar á meðal búseturétti. Búseti góður samstarfsaðili, ætlar að selja félagsbústöðum 47 íbúðir út úr 4 verkefnum, sem frábært mál fyrir alla sem að vilja fjölga félagslegu leiguhúsnæði í borginni hratt. Verðið þarna tekur mið af markaðsverði þegar við keyptum Keilugrandann og þegar við höfum verið að úthluta á sambærilegum stöðum og stenst þess vegna alla skoðun. Ég held að þetta sé mikið gæfuspor. Ég á von á því að lóðaúthlutun til búsetu upp í Mjódd fylgi í kjölfarið og síðan væntanlega úthlutanir til stúdenta út á svæði Háskóla Íslands og síðan svæði Háskólans í Reykjavík, von bráðar, því að það líka nýbúið að samþykkja skipulag sem hægt verður að byggja eftir innan tíðar. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Já. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Já, ég veit nú svo sem ekki kannski alveg hvort þetta getur talist andsvar, en mér fannst bara svo merkilegt að þessi setning það að við værum hugsanlega að ræða hér í sölum borgarstjórnar í síðasta skipti þriðjubrautina svokölluðu og ég hugsaði bara með mér, mig langar að taka þátt í þeirri umræðu á einhvern hátt og ég geri það nú kannski helst með því að taka heils og undir orð borgarstjóra í þessu máli og held að það sé ágætis
áminning hjá honum að kannski væri skynsamlegt, þetta hverjum og einum það sjálfsvald sett, en kannski væri nú skynsamlegt fyrir einhverja að fara að láta af gífuryrðum og miklum hamförum menn ganga svo langt menn ganga svo langt sumir að segja að við höfum framið morð með þessu, ótrúlegu málflutningur og algjörlega ljóst að ef það algjör nauðsyn að hafa braut með þessari legu á suðvesturhorninu, þá hún til í Keflavík. Það verður líka verið sýnt fram á það með bættum hálkuvörnum að þá sé hægt að hækka nýtingarstuðul þessara tveggja brauta á Reykjavíkurflugvelli svo munar. Þannig að já, ég fagna því, en svona kannski að sumu leyti ákveðin saknaður líka yfir því að hugsanlega sé þetta síðasta skipti sem við ræðum þriðju brautina hér, en fagna auðvitað því að það séu komnar lyktir í þessu máli. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú taka undir með andsvaranda, borgarfulltrúi Björn Blöndal, og raunar maður búinn að vera svolítið hugsi yfir því hversu gríðarlega stór orð eru notuð. Það kannski bara orðin hluti af einhvers konar umræðuhefð að spenna sig upp í orðanotkun í pólitík og öðru. En það sem ég hef nú hnotið er að einn af þeim sem lengst hefur gengið nú reyndar fyrrverandi stjórnmálamaður, Guðni Ágússon, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins, sem hefur skeiðað fram á ritvélinni í sumar og viljað eigna Framsóknarflokknum flugvöllinn, eins og verið svolítið áberandi líka í borgarstjórninni. Og virðist svona hafa þá sjálfsmynd að hann sé gríðarlega mikill Reykjavík og flugvallavinur. Og það séu ómenni sem séu annarra skoðunar og telja að hann megi flytja eða bara tali fyrir einhvers konar skoðun eða breytingum eða öðru slíku. Ég ætla svo sem ekki að orðlengja það, en bara það aðeins hollt að rifja upp vegna þess að Guðni Ágússon, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins, notar gríðarlega stór orð, að það eru örfá ár síðan, það var reyndar í alþingiskosningunum 2007 sem að þegar hann var oddviti Framsóknarmanni í Suðurkjördæmi, að þá, ég bara að tala það sem að hann skrifaði á opinberum vettvangi, að þá beitti hann sér beinlínis fyrir því að flugvöllurinn færi til Keflavíkur og sagði svo listilega í fréttum Stöðvar 2: hinn fjórbreiði vegur til Keflavíkur gefur nýju möguleika og styrkir mjög miðstöð alls flugs verði hér í Keflavík. Ég hef nefnt stærstu tækifæri Suðurnesjanna F-4, flugið, flugvöllinn, ferðamennina og flugstöðina. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og Ingvar Már Jónsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil benda á í þessu sambandi, fyrst að við erum nú farin að ræða flugvöllinn, að öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur skilað frá sér áliti þar sem fram kemur að útreikningur verkfræðistofunnar Eflu sem notað var til grundvallar þess að flugbraut 0624, svo nefndir neyðarbraut á Reykjavíkurflugvelli er lokað, að þessir útreikningar eru einfaldlega ekki réttir og ekki í samræmi við tilmæli Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO, sem við Íslendingar erum aðilar af. En gott og vel, það hefur fengist niðurstaða í þetta mál og því miður var hún svo að innanríkisráðherra var heimilt að leggja til að þessari brautir er lokað.
En maður langar aðeins svona að fyrst það rætt hér að við séum að ræða þetta hugsanlega í síðasta sinn, þá stóðst ég nú ekki máti og vildi koma hér upp í pontu og ræða þessi flugvallamál svona almennt. Og af nokkurri þekkingu, ég hef starfað sem flugstjóri bæði innanlandsflugi og í millilandaflugi hjá Icelandair í 20 ár. Og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson talar að þetta sé gríðarlegt hagsmunamál að fá þetta byggingaland sem áður var öryggisvæði fyrir áðurnefnda flugbraut. Og jú, það er alveg laukrétt, en ég vil þá benda það til samanburðar, þá eru 3 flugvellir í New York sem eru á mjög ákjósanlegum stað fyrir íbúðabyggð. Og af hverju skildu nú ekki New York búum detti í huga að loka sínum flugvellum eins og John F. Kennedy og flugvelli og LaGuardia? Það er nú vegna þess að flugvellir skapa störf og flugvellir skapa verðmæti. Flugvellir skapa ekki bara störf á flugvellinum, heldur afleidd störf vegna þess að það sem eru góðar samgöngur, þar byggist upp atvinna og þar skapast verðmæti. Og það er verðmæta sköpun í samfélaginu sem stendur undir allri velferð. Þetta er gott að hafa í huga. Ég vil bara segja það fyrir hönd okkar flugmanna sem störfum í þessu flugi hér á landi og flugum bæði hér innanlands og millilanda, það hryggir okkur mjög þar sem okkur sýnist blasa við algjört skilningsleysi meirihlutans hér í Reykjavík, í borgarstjórn, meirihlutans borgarstjórn, skilningsleysi á því hversu mikilvægt öryggið er í fluginu. Það er númer 1, 2 og 3 og það er þess vegna sem betur fer slys eru mjög fátíð í fluginu. Það er vegna þess að öryggi er alltaf sett í fyrsta sæti. Og ég vil bara ljúka mínu máli einmitt á því að endurtaka það að þessi afstaða meirihlutans gagnvart Reykjavíkurflugvelli hryggir okkur fagmenn í fluginu. Takk. Ingvar Már Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni og þáttökur hv. borgarstjóri næstu til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langar aðeins að bæta við vegna þess að ég tek bara undir með Ingvari Jónssoni, borgarfulltrúa, að þessi öryggismál eru algjörlega miðpunktur í þessu umræðu og hafa verið frá upphafi. Það er í raun skýrsla sem er gerð í kjölfar mjög alvarlegs flugslys í lok 9. áratugarins sem leiðir af sér umræðuna lokun þriðjubrautarinnar. Þá voru helstu kunnáttamenn í flugi þeirra skoðunar að vegna aðflugstefnunar yfir þéttustu byggðina þá væri öryggismál að loka þessari braut. Auk þess sem að það var lagt til að snertilendingum yrði fækkað eins og kostur er og síðan hefur verið talað að finna annað svæði fyrir æfingakennslu og einkaflug. Þetta er 1990 sem þessi skýrsla kemur. Og þetta er samhengi. Það var stóra útspilið hjá svokölluðum flugvallavinum í kosningunum 2001 að það væri hægt að byggja upp við völlin með að loka þriðju brautinni. Þetta var kynnt á stórum blaðamannafundi þar sem Sturla Böðvarsson og flugmálastjóri og Friðrik Pálsson, talsmaður flugvallavina, kynntu þetta mikla útspil og þeir hömruðu á þessu í aðdraganda kosninganna. Það þyrfti ekki að loka öllum völlunum, það væri ekkert mál að byggja á þriðju brautinni. Njáll Trausti Friðbertsson, sem er nú ágætis sjálfstæðismaður í bæjarstjórn Akureyrar og mikill baráttumaður fyrir vellinum, hann fékk það svo í gegn með harðfylgi á landsfundi Sjálfstæðisflokksins 2011 að það væri stefna Sjálfstæðisflokksins að standa vörð Reykjavíkurflugvöll á 2 brautum. Ekki á 3 brautum, á 2 brautum. Þessi stefna var svo ítrekuð í landsfundarsamþykkt Sjálfstæðisflokksins 2013. Það er ekki fyrr en 2015 sem að stefna Sjálfstæðisflokksins breyttist í það að vera með óbreyttan völl í Vatnsmýri. Með öðrum orðum, það hafa allir meginhagsmunaraðilar í þessu máli verið sammála það að það væri ekki bara óhætt, þetta er skynsamlegt að loka þriðju brautinni sem einhvers konar vísi að sátt og meira að segja var lengi unnið að tillögum samgöngumiðstöð á þriðju brautinni.
af hálfu meira að minna allra hagsmunaaðila í flugi. Þegar Ögmundur Jónasson, þáverandi innanríkisráðherra, skrifaði undir samning um lokun þriðjubrautarinnar í maí 2013, þá sat framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands, hann svo hægri hönd, og framkvæmdastjóri Ernis á vinstri hönd og fögnuðu samkomulaginu. Þegar Rögnunarsamkomulagið var undirritað með Sigmundi og Hönnu Birni, þáverandi forsætis- og innanríkisráðherra, þá voru talsmenn hjartans í Vatnsmýri á staðnum og fögnuðu öllu saman. Það er bara á síðustu mánuðum og misserum sem menn einhvern veginn snúa við blaðinu. Og það þarf ekki að leita lengi að borgum sem eru að glíma við það að loka flugvöllum. Það er gríðarlega hörð umræða núna í Helsingi vegna þess að Helsingi vill loka þar litlum flugvelli. Það er mikil umræða hefur verið lengi í Stokkhólmi út af Bromma. Það var mjög tekist á lokun Fornebu þegar var flutt yfir á Gardermoen í Oslo. Og nú erum við bara að tala hérna nágrannaborgir. Svona er þetta allan heim. Borgir breytast, borgir stækka, borgir þróast, en hitt er ég hjartanlega sammálaður að flugvöllur og flug er gríðarlega mikilvægt samkeppnishæfnismál fyrir borgir og hafa veruleg áhrif á borgarþróun og þess vegna er hrikalega áhugavert fyrir Reykjavík út frá samkeppnishæfni, út frá ferðamennsku, út frá loftslagsmálum, út frá samgöngum, út frá borgarþróun, út frá öllu þessu að skoða hvort að hugmyndin flugvöll í Hvassahrauni sé raunhæf. Fyrir landsbyggðina er á sama hátt eða ætti að vera gríðarlega áhugavert að skoða hvort ekki verið að tengja betur innanlandsflugið og millilandaflugið til þess að það væri ekki svona mikið þröskuldur að ná ferðamönnum úr millilandaflugi yfir í innanlandsflug. Vandinn er bara sá að einhvern veginn þá hefur þetta mál verið gert að einhvers konar tákni fyrir gjaldþrota byggðastefnu á Íslandi í staðinn fyrir að þingmennirnir okkar út á landi berjist fyrir betri heilbrigðisþjónustu, fjölbreyttari atvinnutækifærum og skólum í heimabyggð, þá berjast við fyrir þriðju brautin á Reykjavíkurflugvelli. Til þess að þurfi ekki að tala um kvótann, til þess að þurfi ekki að tala um einhæfni í atvinnulífinu, til þess að þurfi ekki að tala um breytingar á demografíunni. Eða hvað? Ég held að það væri alveg gríðarlega áhugavert ef við náum þessari umræðu upp úr skotgröfunum, tölum kosti flugvalla og mikilvægi fyrir borgarsamfélagið, tölum hvaða tækifæri gæti falist í fyrir alla og flugöryggið í nýjum velli og hættum að öskra einhvern veginn hvert á annað og brigsla alls konar kendir eða ókendir. Ég væri minn skori fyrstur til að fagna því. Það er að vísu búið að bjóða mig norður og Akureyri að ræða þetta við íbúa þar og ég ætla að fara. Ég held að verði bara mjög áhugavert. Ég held að það sé nefnilega þessi umræða að vera svo ótrúlega mikið niður í skotgröfunum að sé mjög auðvelt að segja mjög margt nýtt sem að fólk hefur ekki hugmynd um. Að þegar bara búið að mála hérna einhvern skrattan á vegginn sem sé borgarstjórn Reykjavíkur, sem sé sami landsbyggðina, en hugsanlega eru það þeir sem kynna sér sem bestu vini hagsmuni landsbyggðarinnar sem hafa ekki verið að ræða heildarmyndina á sanngjarnan hátt. Það held ég. Og ég held að það sé hægt að ná sátt við 90% landsmanna eða meira í þessu máli ef það fæst bara friður til að vinna alvöru lausnum. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næsta mælendaskrá. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna. Ingvar Már Jónsson fyrirgefiði hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fagna því mjög að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson tali sátt í flugvallamálinu. Ég hef ekki orðið var við mikinn sáttartón frá borgarstjóra, en ég vil segja að ég hef skilning á því, á hans afstöðu og þeim sem eru í meirihluta borgarstjórnar, á því að þau vilji
þrengja að flugvellinum í Reykjavík og loka honum. En ég held að sé rétt að benda á að ef það er vilji til að loka flugvellin sem að þjónar landsmönnum öllum og Reykvíkingu líka, þá er best að byrja á því að finna út hvar flugvöllurinn á að vera, hinn nýji flugvöllur, áður en byrjar að þrengja að og stíga skref í átt að því að loka Reykjavíkurflugvelli. Það er í rauninni fyrsta skrefið sem maður tekur þegar maður vil flytja flugvöll. Það er að finna fyrst nýjan stað, ekki byrja að þrengja að og loka áður en að nýji staðurinn er fundinn. En að öðru leyti þá er ég bara mjög feginn því að borgarstjóri leiti eftir sátt í þessu máli. En ég verð að segja því miður að mér finnst bara svolítið seint í rassinn gripið, ef svo má orðið komast, þar sem að braut 0624 hefur því miður verið lokað og það er hægt að reka Reykjavíkurflugvöll með 2 brautum. Það er hægt. En Reykjavíkurflugvöllur verður ekki eins öruggur eftir á. Það er staðreynd. Á það hefur öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna bent á og það er mín persónulega reynsla af 20 ára starfi í flugi hér á landi. Takk. Ingvar Már Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég bara tek undir að sáttatónn er mikilvægur í þessu og ég held að markviss vinna sé ennþá mikilvægari og ég vonast til þess að í gegnum allt sem við getum kallað kannski glamrið, hávaðann og vopnaskakið, að þá sé núna verið að skoða mikilli alvöru lausn sem að ég held að allir getur sett sér við. Þegar Rögnunandi var að vinna, voru við nefnilega ekki eina verki, heldur voru með samráðshóp sem kom mjög mikið úr flugsamfélaginu en líka úr sveitarfélögum á landsbyggðinni og heilbrigðisþjónustunni og svo framvegis. Og það virtust allir á einu máli það ef að hvassarinn gengur upp, þá er það bara lausn sem að allir geta að lifa við. En það er bara nánast eins og það sé viðkvæmt að segja það. Vegna þess að það verður þetta gjörbreytir umræðinu. Þá verða menn aðeins að láta vopnin síga og velta fyrir sig hvort það sígi komið eitthvað verkefni sem að hægt sé að innlenda sér í. Og hvað var ég á það? Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Ingvar Már Jónsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég fagna því mjög að 25 þingmenn Alþingis Íslendinga skuli mæla fyrir því að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram framtíð Reykjavíkurflugvallar. Og ég bíð bara mjög spenntur eftir þeirri niðurstöðu. Það hefur nú þegar komið fram að yfir 80% landsmanna vilja flugvöllin áfram í Vatnsmýri þar sem hann er. Og það hafa meir en 70.000 undirskriftir safnað saman til stuðnings Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri. Önnur stærsta undirskriftasöfnun landsins. Ef við fyrir rétt með. Í sögu landsins. Takk. Ingvar Már Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvar öðru sinni hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að í ljósi stöðunar þá sé lykilspurningin ekki flugvöllur í Vatnsmýri já eða nei. Heldur er spurningin miklu frekar ef veðurskilyrði og ókyrrð eru ekki til trafala í Hvassahrauni, er það þá ekki fyrsti kosturinn, já eða nei? Og mér finnst þetta í raun svolítið einkennilegu tímapunktu þegar við erum komin eiginlega á þennan stað að á að fara að fljúga tilraunaflug yfir Hvassahrauni, að hlaupa þá fram
þjóðaratkvæðagreiðslu Vatnsmýri, já eða nei. Það er bara mjög sérstakt. Og varðandi undirskriftasöfnunina sem 70.000 manns skrifu undir og þar af 20.000 Reykvíkingar, þá beindist hún að auglýstri tillögu í aðalskipulagi sem gerði ráð fyrir því að Norður-Suðurbrautin myndi fara 2016. Rögnunefndarsamkomulagi var viðbrögð við þessari undirskriftasöfnun. Við gáfum brautinni lengri tíma gegn því meðal annars að staðið yrði við fyrir samninga um lokun 3. brautarinnar og að yrði farið í sameiginlega vinnu við að finna nýtt flugvallastæði. Þetta hefur núna gengið eftir, þá eftir að efna þann part sem lítur að því að finna nýjan stað fyrir æfingu, kennslu, einkaflug. Vonandi verður það fljótlega. En ég held að stóra máli sé að finna þessa sameiginlegu lausn og sóknarfæri sem í því liggja. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, þá er andsvörum lokið og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, næsta málefndagskrá. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Ég saknaði þess nú mjög að borgarfulltrúin Ásbjörn Blöndal skyldi ekki koma og hrósa mig fyrir að hefja þessa umræðu hérna undir fundagerðarum svo hann gæti átt ódauðleg lokaorð flugvöllinn og sama á við forsetann, borgarstjóra. Ég aftur á móti ætla ekki að tala meira flugvöllinn að svo komnu máli. Ég tel að öll okkar rök hafa komið fram í málinu. Ég held reyndar að öll rök meirihlutans hafi líka komið fram í málinu og alveg sama þó að borgarstjóri fari norður á Akureyri og haldi eitthvað fund, þetta hefur allt saman verið sagt og gert hérna áður. Hvort við tökum einhvern tímann umræðu Rögnunefndina eða staðsetningu á öðru flugvelli, það verður bara að bíða betri tíma. En ég ætla að nýta mér þessar nokkra mínútur sem ég á eftir til þess að ræða örlítið meira andsvari sem að ég fékk hjá frá borgarstjóra í tengslum við búsetarlóðirnar. Og það er nú þannig að í borgarstjórn 4. desember 2014 að þá var lagt fram bréf skrifstofu borgarstjóra þar sem var óskað eftir samþykki borgaráðs á viljayfirlýsingu á milli Reykjavíkurborgar og búseta. Og borgarráðsfulltrúar Framsóknar og flugvallarveina og reyndar Sjálfstæðisflokksins sátu hjá við samþykki á þessari viljayfirlýsingu. Og ástæðan fyrir því er sem sagt tíundu í bókun sem ég ætla að gera hérna umtalsefni hjá mér er sem sagt sú að þessi viljayfirlýsing að hún byggðist á húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar er frá árinu 2011. Ég er ekki með útreiknað en ég þarf væntanlega ekkert að segja að það hefði búið að vera 10%, 100% hækkun á fasteignaverði frá því að húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt. Og þessi gríðarlega hækkun á fasteignaverði sem er bara staðfest í til dæmis ársuppgjöri Reykjavíkurborgar alltaf í endurmati á verðmæti félagsbústaða og leiguverði frá þessum sama tíma gera það að verkum og það er erfitt fyrir okkur að samþykja hvort sem það eru viljayfirlýsingar eða framsal lóðum eða sala á lóðum sem að eru grundvallar á rúmlega 3 ára gamalli stefnu og borgarstjóri vísar hér í kaupverð, við höfum einhverjar nánar upplýsingar eða markaðsverðmæti kaupverð því það er tiltölulega stutt síðan að lóðina Keilugranda var keypt. Þá bara mótmælið því harðlega þegar að markaðurinn er að svona mikilvæg siglingu svo hann er, þá verðum við að hafa nýjustu gögn í hendunum. Við verðum að hafa nýja upplýsingar. Við verðum að gera það lágmarkskröfu og það kostar ekki mikið að nýta samkomulag sem ég held að sé gegnum einhver útboð eitthvað við fasteignasala um það séu óvilhöll verðmæt framkvæmd. Þetta hljóta Píratarnir í borgarstjórn og ég beini þessari áskorun minni til borgarfulltrúa Halldórs Sigurðssonar að taka undir. Við erum ekki að fara fram á að vera eitthvað leiðilega að segja nei, en í guðanna bænum, setjum gögnin, höfum gögnin upp á borðinu, segjum bara, hérna er verðmiðinn,
Það eru 2 aðilar búin að verðmeta þessar lóðir upp á þessa fjárhæð, við erum alveg tilbúin að samþykkja það. Eða þá það kemur eitthvað frávik og segja að því þeir eru að fara að rífa hús og þykja tillit til þessa. Við höfum ekkert í höndunum. Þegar ég kom hér upp í pontu held ég árinu 2014 að þá átti nú borgarfulltrúinn S. Björn Blöndal þá ódöglega setningu að fasteignabransin væri snúinn bransi. Þegar við vorum einmitt að ræða framsal á sölu á eignum á Laugavegi og Skólavörðustíg minni mig. Þessi stuðstæður er við 15 eða 18 manna á gömul verðmet. Árið 2014 hafði ég nákvæmlega sömu varúðar sjónarmið uppi þegar ég er að samþykkja sölu og eignir borgarna og ég hef núna. Þegar markarnir eru svo mikil siglingu, eins og fasteignamarkarnir, þá getum við ekki sem kjörnir fulltrúar sem höfum ráðstöfunarrétt yfir peningum borgarbúa. Látið þetta bara því léttu rúmi rykkja. Við höfum alveg fagnað því að meirihlutinn Reykjavík sé tilbúin að vinna í samræmi við þá húsnæðisstefnu sem gerð var árið 2011. En það eru einhver leyti breyttar forsendur. Við viljum ekki þurfa að reka þetta ofan í okkur þurfa að standa hérna 2 árum seinna eða 1 ári eftir og segja að þið hefðu átt að gera þetta hönsinn, þið hefðu átt að gera þetta með öðrum hætti. Við sjáum fyrir framan nefið okkur að lóðir sem við hefum framselt, eins og rammagerðar reiturinn á Austurbakkanum held ég og síðan bara núna síðast valsmennir í Hlíðarenda, þetta er allt svona framselt bara fyrir framan nefið okkur á kaupverði sem er leyndarmál en svo kom ykkur á sögusagnir hvað er hátt. Ég geri bara þá einföldu kröfu, að við fáum verðmæt 2 óvilhallra fasteignasala þegar við erum að ráðstafa fasteignum og lóðum borgarinnar. Þetta er ekki dýrt, þetta er einfalt í framkvæmd, það liggur fyrir tillaga í borgarráði sem er ennþá óafgreidd og við lögðum hana fram svona aðeins þess að nú á næstir 21. júlí. Það hlýtur að fara að koma afgreiðsla þessu. Og ég hvet ykkur þess að setja undirbúningsnefndin fyrir næsta borgarráðsfund, því að minnihlutinn er ekki þar, að veita þessari tillögu brautgengi. Og ég veit að þið viljið gera þetta líka, ekki láta það stoppa ykkur. Þetta eru hagsmunir allra borgarbúa. Við erum kosin til þess að bera ábyrgð á þeim peningum og þeim fjármunum sem að fólki borgar hér í skatta og gjöld. Við viljum ráðstafa þeim með ábyrgum hætti. Við getum tekist á grunnþjónustuna og forgangsröðunina, en við hljótum að vera sammála það að það sé lágmarksskylda okkar hámarka virði eignanna sem eru seldar. Þegar andvirði peningana sem kom í kassan eru notaðir til þess að styrkja grunnþjónustuna, notaðir í leikskólana, notaðir í grunnskólana, notaðir í velferðarmálin, notaðir í það sem við erum öll sammála að gera. Og það skiptir máli hvort við fáum 100 milljónir eða 200 milljónir meiri í kassan fyrir hvert verkefni. Af því að við þurfum að bæta rekstrarstöðuna og það hefur ítrekað verið sagt að þetta sé tekjuvandi en ekki skuldavandi Reykjavíkurborgar. Þetta er ein leiðin til að taka á honum, hún er ábyrg og ég boða bókun undir þessum lið. Er það hægt? Já. Takk fyrir. Áskrifum okkur eftir bókuna. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og boðað bókun og borgarfulltrúar meirihlutans hafa áskilið sér rétt til bókunar. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og er umræðu lokið. Við göngum til atkvæða þá liði sem að greiða þar atkvæði Við byrjum á 19. liðar fundargerðar borgarráðs frá 25. ágúst sem er viðaukaði fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2016. Það vantar einhvern í salinn. Við greiðum þá atkvæði 19. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. ágúst sem er viðaukaði fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2016. Þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það 24. liður fundargerðar borgarráðs frá 1. september samkomulag við búseta uppbyggingu á lóðinu Kilugranda 1. Þau sem samþykkja hann gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6.
25. liður sömu fundargerðar, Skógavegur 16, úthlutandi búseta, þau sem samþykkja það gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Og bókanir eru boðaðar og hér eru boðaðar alls konar bókanir. Þá er það 30. liður, Alþingiskosningar 2016, þau sem samþykkja hann gefa merki. Alþingiskosningar 2016, Kjörstaðir, þóknanir, umboð til borgarráðs og... Nei, þið ákveðið það ekki. Getum við klárað fundinn og svo taka smá umræður á eftir? Þeir sem samþykkja 30. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. september Alþingiskosningar 2016 gefur merki. Samþykkt með 15 greiddum atkvæðum. Þá er einn liður eftir, það eru fundargerðir forsætisnefndar frá 12. ágúst og 2. september.